Nú skulum við aðeins líta á veðurspár. Hvernig má túlka þær og hvernig get ég lesið í veðurkort? Þetta er kannski eitthvað sem skiptir ykkur fjallaveðurfólk miklu máli. En veðurspár eru fyrir alla. Þær eru gerðar í raun og veru á Veðurstofu Íslands allan ársins hring, allan sólarhringinn og eru hugsaðar fyrir raun og veru alla. Því að við þurfum veðurspár einhvern tímann í lífinu öll sumur. Ferðalangurinn þarf veðurspár þegar hann er að planleggja ferðir eða er í ferðalagi. Eins er það sá sem stundar útivist, hvort sem það er golfarinn eða hestamaðurinn. Hann vill vita hvernig hann á að vera klæddur og við hverju hann á að búast. Bændur, það skiptir þá miklu máli og eins með sjómenn. Grillarinn þarf að vita hvort hann er að grilla í regnhlíf eða ekki. Og eins geta bara verið hinn almenni Jón og Gunnar sem þurfa að vita í hvernig skó þeir eiga að fara í vinnuna. En það eru til alls konar veðurspár og heilmikið á netinu sem hægt er að skoða. Þannig að það þarf svolítið að skoða vel og vera vandvirkur ef maður ætlar að treysta á veðurspár og fara alveg eftir þeim, sérstaklega ef líf og limir skipta máli. Þannig að sjálfvirka veðurspár, þær eru ekki alveg hægt að stóla á þær, þannig að það er best ef að veðri skiptir fólk máli að lesa textaspárnar og viðvaranir sem eru gefnar út af Veðurstofunni og eins gefur Vegagerðin stundum út viðvaranir varðandi vegina og fara eftir þessum viðvörunum. Á Veðurstofu Íslands eru gefnar út svokallaðar staðarspár og þær eru gefnar út fyrir þessa punkta sem eru til dæmis sýndir þarna á kortinu. Og til dæmis punkturinn fyrir Egilsstaði, hann gildir fyrir Egilsstaði, hann gildir ekki fyrir Fljótsdalsheiðina eða niður á Seyðisfirði. Og eins er það punkturinn á Akureyri, hann gildir ekki fyrir Öxnadalsheiðina eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svolítið varasamt að stóla alveg á þessar staðarspár nema að kunna lesa svolítið í það í leiðinni. Þannig að það er oft betra að kunna að lesa veðurkort. Eins er hægt að skoða eða hlusta á veðurútvarpslestur og allir veðurspárnar sem gefnar út af Veðurstofu Íslands fara inn á textaspá á veður.is, eins fara þær inn á textavarpið og svo eru þær lesnar í útvarpinu. Og það sem við þurfum svolítið að hugsa að við þurfum að vita hvar við erum stödd á landinu til að vita eftir hverju eigum við að hlusta. Ef við erum til dæmis stödd á Suðausturlandi þá þurfum við að kunna að vita það að þegar það er verið að tala að það sé hvassast austan til á landinu þá gæti það átt við okkur. Svo getur verið talað að það sé bjart með köflum sunnan til á landinu, þá getur það líka átt við okkur. Svo vindurinn yfirleitt tiltekinn á öllu landinu og svo er talað úrkomu og hita. Þannig að þetta eru veðurþættir sem skipta máli varðandi útiveru og útivist. En svo eru til veðurspár í þéttarneti og það er hægt að skoða þær því þá getur maður séð allt svæðið í einu. Þá er maður ekki að skoða bara einn stað eins og staðarspárnar segja til heldur þá er maður að skoða kort í heild sinni og inn á belgingi.is þá er hægt að skoða kort og eins er hægt að skoða kort á veður.is og þarna er hægt að skoða kort með 3 klukkutíma upplausnum eða 3 tímaskrefum og eins er hægt að skoða þá bæði hitastigið sér, vindinn sér eða samsett með úrkomu. Og stundum er hægt að skoða þarna kort með kviðum en það er ekki alltaf sem það virkar. En inn á yr.no sem er norska veðurstofan og sumir hafa viljað nota það sem góða veðurspá því þá getur þú sett inn ákveðin stað og ef við setjum kannski inn fyrir Höfn þá getur við séð alveg að þetta gefur okkur vísbendingu hvernig veðri verður á þessu svæði en þetta veðurspárnar sem að yr notar eru teknar úr mjög grófu neti og miklu grófara heldur en bæði belgingur og veðurstofan er að nota. Þannig að þarna er hægt að sjá svona gefa manni vísbendingu, það er að hlýna, það er að koma ykkur úrkoma en þú stólar ekki á þetta algjörlega til að fara í ferðalag eftir þessu. En svo er líka mjög gott að kunna lesa hvernig veðrið er á þeim stað sem maður er á. Og inn á Veðurstofuvefnum það er hægt að sjá veðurkort sem sýna veðurathuganir og veðurathuganir eru gerðar ýmist af mönnum eða manneskjum víða land eða sjálfvirkum veðurathugunarstöðvum og þá er hægt að sjá þar vindátt
vindhraða og hitastig yfirleitt og eins hægt að skoða skýjafar og skyggni og veður. Og þetta nota veðurfræðingarnir til að spá í veðrið. Þeir skoða hvernig veðrið og svo skoða þeir líka gervitunglamyndir þar sem tekið utan úr geimnum ofan á í raun og veru skýjahöluna og því hvítari og sem skýin eru, því þykkari eru þau og kaldari eru þau og því grárri sem þau eru, því hlýrri eru þau og þynnri. Þannig á þessari mynd myndum að sjá að það væri svolítið ský við suðausturströndina, eins yfir vestanverðu hálendinu og svona hér og þar á Vestfjörðum og Snæfellsnesi og Reykjanesi. En langt fyrir sunnan okkur eða fyrir sunnan land, svona 60.000 aðrum breiddargráðu, þar sennilega mjög lítið ský eða mjög þunn ský. Svo fá veðurfræðingarnir líka veðurspár úr ýmsum áttum og hér til dæmis teiknaðar inn 3 mismunandi veðurspár með gulum, bláum og rauðum lit og ef að þessar línur liggja allar saman og í sömu átt þá eru veðurspárnar samhljóða en ef þær eru allar í klessu eins og þarna langt suður af Hornafirði eða Suðausturlandi að þar eru lægðirnar ekki allar í takt. Þar mjög mikil óvissa það hvernig veðrið verður. Þannig að þetta ekkert alveg stundum þetta frekar flókið að spá í hvernig veðrið muni vera. En veðurþáttastofnar sem hægt að nálgast á netinu geta verið misgóðar og því þéttari sem Moskva-netið og því hærri sem upplausnin því betra að hægt að sjá áhrif landslags og þá koma staðbundnir vindstrengi fram og það eins hægt að sjá upplýsingar vind og veðurskil á öllu landinu og fá þannig svona heildstæða mynd. Hérna sjáum við 2 myndir. Önnur myndin, svo neðri og til vinstri, þess Moskva-stærðin 5 km, þar sem að myndin þarna uppi og til hægri, hún 2,5 km. Og við getum séð að upplausnin, hún gerir til dæmis vindurinn á Vatnajökli, hann nákvæmari eða meiri upplausn í honum á þessari mynd sem uppi til hægri og eins vindurinn við suðurströndina og þarna í kringum Hofsjökul. Þannig að þarna getur maður frekar séð hvernig vindurinn og vindstrengirnir eru nánar heldur en á 2,5 km upplausninni heldur en þar sem eru 5 km upplausn.